Elmar, Evrópumótið framundan og það er sem að þú kemur inn í þetta. Já. Verður í fríi frá Ólympíuhátíðinni. En hérna svona, hvað er svona, hvernig hefur undirbúningum gengið hjá okkur? Bara gengið mjög vel. Tókum hérna æfingahelgi í Færeyjum og spiluðum 2 leiki við þær. Það var hérna núna í byrjun júní. Gekk bara fínt. Gott að fá leiki og sjá svona aðeins hvar við stöndum og hvað við þurfum að laga og svoleiðis. Þannig að hérna, það var bara vel heppnuð ferð og við erum búin að æfa vel í sumar. Búin að hérna, æfa núna í einhverja rúma viku og hérna, æfingarnar hafa gengið mjög vel. Og þetta er bara mjög flottur hópur, svolítið jafn og hérna, sem er bara gott. Það er góð breidd í liðinu og hérna, þessar stelpur eru bara virkilega metnaðarfullar og ætla sér langt. Það er búið að vera, já, það er vel tekið á því. Og svona, það er samkeppni í þessu? Það er samkeppni og hérna, það auðvitað ætla sér allir að spila mikið og hérna, en það er kannski líka kosturinn við að vera með breiðan og góðan hóp að þú hérna, getur rúllað á liðinu og þess að veikist eitthvað og líka með mismunandi típur af leikmönnum, þú veist, sem er bara gott. Og svo er náttúrulega þegar kemur inn á Evrópumótið, það er náttúrulega, jú, og alltaf ná sem bestum árangur og svo líka verið að horfa til þess að vinna sér inn keppnisrétt á móti á næsta ári og svona framvegis, þannig að það er mörg að hyggja þegar kemur á þessi mót. Það er það og þær hafa nú kannski ekkert spilað eitthvað svakalega marga leiki, sko, en stóðu sér vel henni fyrra á European Open í Svíþjóð og hérna, og svona miðað við árangurinn þar þá er alveg bjartsýn en þú veist, það þarf alltaf að ganga upp og allt það en hérna, en metnaðurinn er til staðar og það ætla sér allir langt í mótinu og hérna, en eins og ég segi, það þarf alltaf að ganga upp. Já. Svo er líka kunst að halda svona hóp saman í langan tíma? Já, það verður það. Þær eru að fara að vera saman í ykkur 23 daga og hérna, það verðugt verkefni fyrir þær að hérna, glíma við það. En þetta er mjög flottur hópur og samstilltur, þannig að ég hef engar áhyggjur af þeim.